þá er ég svo óhrætt að tala þetta að ég vil líka að fólk viti, fólk sem fer í gegnum erfiðleika, að það er hægt að rísa upp úr þeim og láta þá ekki skilgreina hver ég er sem manneskja. Þetta voru erfiðleikar sem ég fór í gegnum, þetta var ákveðið verkefni, ógeðslega erfið, en þessir erfiðleikar er ekki ég og svo bara hvað get ég lært úr þessu til þess að halda áfram í næsta kafla lífsins, í næsta verkefni. Linda Pétursdóttir, viðskiptakona og fyrir fegurðardrottning og nú í dag lífstílsþjálfi. Velkomin í þáttinn. Takk kærlega fyrir, takk fyrir boðið. Já, takk fyrir að koma. Ef við förum bara svona aðeins yfir tímalínuna hjá þér, að þú sem sagt ert krýnd ungfrú heimur, var það ekki árið 1988? Rétt. Hvernig er það svona að vera ung og fá þennan titil? Það náttúrulega breytti öllu. Allt í nú var ég bara komin á svið heimsins. Þetta var náttúrulega svaka stór keppni á þessum tíma og fékk mjög mikla athygli beint í sjónvarpinu allan heim og bara á augabragði þá er ég bara komin á framan á öll blöðin í Bretlandi og USA Today og í öllum sjónvarpsþáttum og svona talkshows. Sem var náttúrulega bara mjög ólíkt því þaðan sem ég var að koma, þannig að þetta hafði náttúrulega gríðarlega áhrif. Ég var tæplega 19 ára gömul þegar ég vann. Já. Þannig að líf mitt var aldrei samt í raun og veru eftir þetta, sko. Nei, trúi því náttúrulega gífurlega athygli sem að fylgir þessu. Já, einmitt, ég var alltaf bara komin með fylgdarmannesku og engabílstjóra sem keyrði með mér Rolls Royce og Já. Þetta var alveg svona, sko. Já, ég trúi því. En hvernig svona æxlaðist það að þú vinnur sem sagt Ungfrú Ísland? Já. En hvers vegna ákveður til dæmis að taka þátt í þeirri keppni? Ég eiginlega ákveði þetta ekki neitt, sko. Þetta byrjaði á einhverjum tímapunkti, jú, en þetta byrjaði með Ungfrú Austurland, því ég náttúrulega var búsett á Vopnafirði. Já. Og mamma sótti fyrir mig. Já. Og svo tek ég þátt í þeirri keppni og það var eitthvað svona sem ég sagði engum frá, vinum mínu vissi ekki einu svona að því og þeir sáum mig bara allt inn í 10-13 á RÚV. Þannig að fegurðardrottning Austurlands er Linda Pétursdóttir. Já, okay. Þannig að ég vann hana og þá er ég bara automatískt komin í úrslit í Ungfrú Ísland. Svo vinn ég hana og þá er ég komin sem fulltrúi í Ungfrú heim. Þannig að þetta gerist bara á 6 mánuðum. Það var svona fljótt að vindast upp á sig. Já. Ok. Og hvernig var þá, ég get ímyndum að sé svolítið öðruvísi en 88 að taka þátt í fegurðarkeppni heldur en þetta kannski í dag? Já, sko, þetta er náttúrulega, auðvitað er þetta mikið breyttara að þetta fyrir svo, núna heimurinn er smærri að mörgu leyti að náttúrulega samfélagsmiðlar og pressan kannski aðeins öðruvísi á stúlkunum í dag. Við vorum náttúrulega ekki með samfélagsmiðla. Þannig að ég var ekkert eitthvað svona opbáslega mikið, þetta var ekki einhver svona heimur sem að ég var með eitthvað að reisa markmið að komast inn í. Í dag eru stúlkurnar búin að vera kannski að undirbúa sig stundum í einhver ár áður en það fara í keppni og vinna. Þetta var meira svona spontant held ég hjá mér, en ég þekki hennan heim alltaf gríðarlega vel þegar ég er búin að vera dómari í svo mörg ár í Miss World. Já, einmitt og væntanlega þá allt annað hvernig keppninar eru í dag og eru fleiri keppendur í dag heldur en voru á þessum tíma til dæmis? Já, kannski aðeins fleiri, ég held að þegar við vorum örgulega eitthvað 90, alltaf þessi ekki kannski 110-15 eitthvað svona í dag. Já. En ég menn það er sama fólki sem á keppnina. Já. Í dag, þetta er bara fjölskylda, bresk fjölskylda, vinafólk mitt sem á Miss World keppnina. Sem á þessa keppni? Já, frá upphafi. Þannig þau halda alltaf eins utanum keppnina og halda gríðarlega vel utanum keppendurnar. Já, þetta er flott umgjörð. Já, mjög flott. En það náði þessum tíma eins og nefnir á 6 mánuðum frá verður Ungfrú Austurland og svo Ungfrú Ísland og svo ferði yfir í Ungfrú heimur. Hvað er það svona sem að teku við á þessu tímabili eftir það? Já, þá er ég náttúrulega bara orðin í raun að vera bara eins og sendiherra vörumerkis. Ég er orðin sendiherra Miss World. Ef ég get komist þannig orði. Ég er náttúrulega bara komin á samning hjá þeim í heilt ár, það sem ég er að vinna fyrir þau sem Miss World og ég bara flyt til London,
bý heima hjá fólkinu. Það bara svona mín aðal dvalarstaður og svo ég bara að ferðast heiminn í ár. Ég fór til yfir 30 landa á einu ári. Já, Þar sem ég bara að ferðast og koma fram sem Miss World. Bæði í góðgerastarfsemi fyrir veik börn og svo hafði Ísland líka keypt 100 daga af árinu mínu. Já. Þar sem ég var að kynna Ísland út allan heim. Já, þannig þetta var svona gífurlega góð landskynning fyrir okkur í leiðinni. Já, akkurat. Hvað var svona á þessum talum að fara 30 lönd, hvað var svona mest áhugaverðustu löndin að fara á? Ég fór mjög oft til Japan á vegum útlendingaráðs en á þeim tíma var það nú ekki uppáhaldið mitt. Ég fór til Rússlands eða Sovétríkjanna með Miss World, þá ég að tala fyrirtækið. Já. Og það var mjög sérstök lífsreynsla að vera þar en svona það sem svona einna eftirminnilegast, það var för til El Salvador. Já. Þá var borgarstyrjöld í San Salvador og það hefði ekki verið hægt að koma með lyf inn í landið í einhverja mánuði en Miss World fyrirtæki fekk undanþágu til að við fórum inn í landið og komum með lyf með okkur fyrir bástörbönn. Já. Og það var bara svakalega tilfinningamikil upplifun að vera þar innan veik og munaðlaus börn. Eitthvað sem ég mun aldrei gleyma. Nú svo var hérna svona gorillas skærulega samtökin. Þau reyndu að ræna mér á nóttu til. Já. Þannig að þetta var mjög og þarna náttúrulega engin samfélagsmiðlar þannig að þetta komst aldrei neitt í fréttirnar. Nei, þetta verður svolítið sérstök upplifun. Já. En hvernig var það? Hvernig reyndu að ræna? Það var bara, ég var í svítu og ég var með vopnaða öryggisverði við hurðina hjá mér því þetta var náttúrulega bara, það var borgarastyrjöld og þú heyrði bara bombunar fyrir utan og svo bara miðjanótt þá allt í einu svaka ljós fyrir utan svítuna hjá mér, að utan sko þar sem að svalirna voru. Já. Og það bara hlaupið inn og ég bara rifin í burtu. Þá áttuðu öryggisteymið og eigendur á keppninni áttuðu sig á því hvað var að gerast og þeir voru bara fyrir utan og ætlaði að fara inn í svítuna hjá mér og náði mig. Ég ætlaði að ræna þér? Já, ok. Það hefur verið svakalegt. Það hefur verið, já. Ég er mjög fein að það tókst ekki. En þetta góð saga allavega. Já, einmitt. Já. En hvernig var svona fyrir það að vera að koma svona ung frá Ísland og vera komin út í þetta og vera komin út í þennan stóra heim? Það þýtti ekkert eitthvað að vera að hugsa það sko. Þetta var bara verkefni sem var búið að setja mig í og ég hef tamið mér það og hef verið vinnusöm allt mitt líf og alin upp við það. Þannig þetta var bara verkefni sem tók af mér og ég bara brettu bermar og stóð mig bara í stikkinu og bara gerði það sem allast var til að mér. Það var ekkert eitthvað tími til að pæla mikið í því eða kvartið því að þetta veri mikil vinna. Ég bara gerði það sem allast var til að mér. Einmitt. Það er náttúrulega ótrúlega drifkraftur sem þarf til þess að fara bara og keyra á stað og fara í þetta verkefni. Já, og sérstaklega þá sko fyrir svona mörgum árum. Já, akkurat. En já, ég myndi alltaf gera þetta aftur sko. Já. Þetta var alveg þannig lífsreynsla og ég það segir bara mjög margt að Julia Molly sem eigandi keppninnar, hún og þessi maðurinn hennar sem fallin frá, Erik Molly, hann stofnaði þetta og samskiptin okkar eru þannig að hún sko guðmóðir dóttur minnar. Já, ok. En ég held að það segi allt sem segja þarf mín kynni af þessari fjölskyldu. Já, einmitt. Þannig að þeir eru frekar nánar. Já, við erum mjög nánar. Já. En hvernig var þú sem sagt ferð og ert að ferðast þannig í eitt ár, kemur svo aftur til Íslands? Í raun og veru ekki sko, af því að Ísland, þeir framlengdu, þeir gerðu áframhaldið samning við mig í annað ár. Já. Þannig ég held áfram að vinna fyrir Ísland og þá var þetta ferðamálaráð, útflutningsráð og Æslandir. Þessi þrjú fyrirtæki og samtök, þau voru svona saman í búki og keyptu þessa 100 daga upphaflega og framlengdu svo samningi við mig annað ár. Já, ok. En hvernig svona fyrir þá sem kannski ekki vita hvað þá sem að felst í þessu verkefni og talar að ert að fara til mismunandi landa og kynna Ísland? Já, þá eru bara svona allskins sýningar út í heimi þar sem að stór fyrirtæki eru og íslensk fyrirtæki eru að kynna þjónustu sinni og vöru
eins og fyrirtæki þitt hefði kannski verið með bás á einhverju ferðarsýningu, þá hefði ég komið þar fram og veist, þá hefði konarnir verið að koma að fá myndir af mér og ég var að fara í viðtöl, ég fekk fjölmiðla athygli fyrir Ísland, ég fór í viðtöl og var að segja frá því sem við varum að gera og ég var í lopapeysu auglýsingum í Japan og veist, ég var bara að kynna Ísland og fiskinn og saltfiskinn og allt saman bara í heilt ár. Já. Hvað endar á að fara til margra landa á þessum 2 árum hann þegar voru búin framlengja? Ég sko taldi nú bara fyrsta, það voru 32-3. Ég veit ekki hvað bættis mörg við og ég fór sko oft til margra þeirra. Já, einmitt. Og hvenær kemur svo heim aftur á hvaða tímapunkti eða það? Og hvaða ár? Já, það alveg, ég keypti mér íbúð strax á Íslandi, þannig að ég var alveg með heimili en ég var náttúrulega bara mjög lítið á Íslandi, kom bara eitthvað svona inn á milli. Ég kem ekki aftur alveg til að vera fyrir einhvern 93 held ég. Þetta 88. Þannig ég alveg á flakki í svona 5 ár. Ég náttúrulega eftir þetta, þá fór ég og var fyrirsætt út í heimi. Þannig að ég var í því í svona einhver ár áður en að og það átti ekki við mig. Mér fannst ekki skemmtilegt að fyrirsætta. Það mjög erfitt að fara þangað þegar þú búin að vera missvöld. Fara í casting og fara keppum eitthvað, fá einhverja myndatöku sem kannski 100-200 stúlkur að keppum að fá þeirra eru búin að vera drottningsskilur. Þá það mér fannst það ekki droslega skemmtilegt. En já, ég kem heim 93 og þá stofnaði ég strax mitt fyrsta fyrirtæki. Já, sem baðhúsið? Nei, ég byrjaði fyrst á öðru sko. Hvað var það? Það var Wild og var umboðsskrifstofa fyrir fyrirsætur. Já. Og það nú ekki bransi, það nú ekki feitu bransi hér á landi, en ég bara byrjaði á því eiginlega svona til að gera eitthvað og var með þetta á annað ár þar til ég lokaði því og þá stofnaði baðhúsið 94. Já, allir ég hafa ekki verið með þetta í svona eitthvað ár. En hvers vegna ákveður að koma heim og fara kannski í svona eitthvað allt annað úr því að vera búin að vera vinna hann sem fyrirsæta og módel og annað og ákveður að fara bara beint í fyrirtækjarekstur? Já, ef ég vissi það, þá myndi ég svara þér, ég bara man það ekki. Ég átti skoskan kærasta sem að hann langaði heldur svo kominga og allir það hafi ekki verið meira svona ástæðan fyrir að við komum aftur hingað sko. Já, ég held að það verður engin þannig mikið pæling á bak við það annars sko. Nei, einmitt. En þannig að þú stofnar baðhúsið? Kannski aðeins orðin svona, langa aðeins að fá meiri svona reglu í lífi þegar ég er búin að vera á flakki svona langan tíma. Já, aðeins festu sko. En þegar þú stofnar baðhúsið 94, hvað kveiknar svo hugmynd? Hún kveiknar á flakkinu mínu. Á þessum tíma þá náttúrulega var ég bara að hugsa hvað langar mig að fara að starfa. Ég var að finna mér eitthvað að gera. Og þá hafði ég komið með þá hugmynd eftir að hafi verið oft í Japan og ég hafði verið þar í 3 mánuði sem fyrirsætta áður en ég kom og þar voru svona baðhús sem að í raun og verið eins og heilsulind og á þessum tíma eftir því sem ég best veit þá var engin heilsulind á Íslandi þegar ég stofnaði baðhúsið og ég sá fyrir mig svona Shangri-La fyrir svona vin í eyðimörkin í raun og verið bara fyrir konur að koma og geta komið og fengi það bara að vera innan kynsystur sínar í róliheitunum, slaka á og í svona spa-menningu. Það var alltaf visjónið sem ég var með og það kemur frá Japan. Þar hefði ég verið á svona stöðum þar sem voru bara konur og voru bara naktar að ganga í heilsulindunum og fara í allskins sána og potta og bara í algjörum róliheitum og afslöppun og mér fannst mjög heillandi að hafa karlmennina ekki. Ég var náttúrulega á þessum tíma hver einasta mannske hver ég var og ef ég fór í rektinu þá fekk ég ekki voðalega mikinn frið þannig mér fannst þetta æðislegt að hugsa það verða bara konur hjá mér og þannig byrjaði þetta hjá mér og svo bæti ég líkansræktinu bara við bara til þess að geta rekið fyrirtæki því hitt hefði aldrei getað staðið undir sér eitt og sér. Þannig að þá bættist það bara við sem að sko stækkaði svo. Já, þegar þú segir baðhús, það svona bara eins og við þekkjum sem kannski bara svona spa. Já, það bara í dag spa og það var, þess vegna var ég bara þetta hét baðhúsið, heilsulind fyrir konur og það kemur bara út frá spa. Já,
einmitt. En hvernig... og það var ekkert talað spa var alveg óþekkt hérna þá. Já, einmitt. En hvernig var svona fyrstu skrefin við það að stofna baðhúsið? Það var náttúrulega bara, já, það var bara alltaf flókið, það var náttúrulega að finna húsnæði fyrst. Já. Og ég hafði aldrei gert neitt líkt þessu áður. Og peninga, pappi og mamma, þau settu pening í bókið bara til þess að starta fyrirtækinu. Svo bara eins og þegar maður að starta og að taka húsnæði í gegn og innréttingar og allir kostnar, þetta tekur lengri tíma og þetta dýrara en áætlað var, þannig að já, þetta bara tók á og og svo þurfti ég bara að læra bara svona með því að gera hlutina. Já. Af því að ég hafði ekkert borðað mig og ég hafði enga hvorki reynslunni og þekkingu í þessu. Kærasti minn þarna, hann var að læra arkitektúr, þannig hann var svona með því að hanna hvernig þetta var innan húsin. Svo hafði ég ekkert bolmagn til þess að borga einhverjar meiri háttar dýrar innréttingar, einhverjar heilsulins innréttingar, þannig að þetta gekk nú samt í 20 ár. Hvar var fyrsta staðsendingin og það hvað var var í stór? Ármúla, ég held að vera Ármúli 30, þannig á móti Símanum. Já. Byrjaði þar í leiguhúsnæði og fór svo fljótlega, ég man ekki 2, 3, 4 árum síðar þá fór ég flutti í Brautarholt 20, keypti það húsnæði. Já. Og En hvernig var svona, þú kemur með þetta og eins og nefndir áðan að það var kannski ekki þekkt, hvað var spa á Íslandi? Það var kannski ekki komið þá. Nei. Hvernig var eins og markasettet og fá viðskiptin og líka sérstaklega þess að hún var spara að fókus á konur. Búin að kötta helmingin strax í fyrstu. Þetta náttúrulega var bara basl. Þetta var alveg mjög erfitt, örugglega svona fyrstu 3-4 árin og það var mjög erfitt með að við vorum á sem fyrsta stað. Og svo þegar ég læt vaða og einhvern veginn kemst í það að kaupa hitt húsnæðið sem að hefði alveg geta verið mjög erfitt og þetta var tvísýnt, þá margfaldaðist reksturinn hjá mér. Þegar eftir að ég bara lét vaða og tók mikla áhættu með að kaupa húsnæði og innrétta og opna nýjum stað, þá fóru hlutinu fyrst að gerast. Já, þá byrjaði þetta að rúlla. Já. Manstu hvað þetta var stórt húsnæði á þessum tíma? Sem þú færði Við fórum úr 300 í tæplega 2000. Hvort það hefur 1500 fyrst og svo, allir var ekki verið 1500, ég man ekki nákvæmlega, en ég margfaldaði það og svo fór ég upp í 2000. Kannski byrjaði ég aðeins minna 1200 eitthvað, en svo endaði ég 2000, þannig að þetta var margfald. Það var svolítið stór stækkun, stórt skref. Já, og þess að þetta var alveg bara, hvað ætla ég að gera, því ég var að missa hitt húsnæði og það gekk ekki nógu vel, þannig að bara stundum þarf maður að taka stórar ákvarðanir og bara stökkva, láta vaða og bara gera sitt besta. Á að trúa sjálfum sér. Já. Þú varst þannig að þú stofnar þetta, þá ertu 24. Hvað ertu þá? 28 þegar þú tekur þessa ákvörðun? Já. 27-28. 27-28. Já. Ok, var hún. Það er ekki margir á þessum aldri sem að myndi gera þetta. Nei, einmitt. Já, ég bara einhvern þannig að ef það er eitthvað svona, ég fylgi ákvörðunum mínum eftir. Ég er ekki eitthvað sem betur fer, þá er ég ekki mikið að láta óttan stjórna ákvörðuntöku hjá mér. Nei, einmitt. En hvernig er svona eins og með rekstun á baðhúsinu? Hvað var svona mikilvægast í honum? Varstu alltaf með sömu viðskiptaðina sem að voru að koma aftur og aftur eða varstu mikið að fá nýja? Bara bæði og ég var náttúrulega með mjög stóran grunn sem voru konur sem voru bara alltaf hjá mér. Já. Þetta var náttúrulega heilsulind, þetta var líkansrækt, þetta var nudd, snyrting, gufur, böð, það var allir pakkin þarna. Já. Og meira til. Þannig að já, bæði og en ég var með mjög stóran og sterkan fastan hóp af konum. Já, þú varst líka með meðferðir og allt það. Já, allan pakkan. Ég menna á tímabili, þá var ég með bæði laun og verktaka, þá var ég með 40 manns í vinnu. Já, það er slatti. Já. Manstu, þú talar hana þegar þú stækkar og ferði yfir í þetta stóra hús þar sem þú ert í raun að margfaldaði. Að var það einhver svona tímapunkti sem að þú hugsaði bara, nú er það bara dögð að drepast? Í raun og veru áður en ég tekið þessa ákvörðun. Þetta var alveg bara þannig, það var ekki að ganga á staðinu sem við vorum
Það var annað bara, ok, ætla ég loka því af því að við vorum ekki ná samkomulagi með áframhaldandi leigu heldur við eigendur á húsnæðinu. Það var annað bara, ætla ég bara hætta Já. eða ætla ég bara að stækka og bara trúa sjálf á mig og taka skrifið og ég ákvað að gera það og leit aldrei tilbaka sem betur fer. Nei. Já, og þegar ég hugsaði núna þegar þú segir þetta, byrju var ég bara 27-8 ára. Bara guð mig góður. Já. En varstu með eitthvað svona fyrirmyndir á þessum tíma í viðskiptum? Manneskjur þá? Já, þetta kannski svolítið annað eins og í dag þá fyrir við bara Instagram eða TikTok eða YouTube og við sjáum einhverju sem að gera alls konar hlut út í heimi. Já. Nei, ég var kannski meira með bara svona, ég fylgdist vel með hvað var að gerast í þessum bransa erlendis og til dæmis í London, þá var svona staður sem ekki lengur sem hétt Sanctuary, sem var svona heilsulind fyrir konur. Ég fekk mikið svona inspiration frá þeim, bara ég fór mikið þanga og var að skoða hvað ég var að gera og fór heim og bjó til mínar eigin útfærslur af því. Það var meira eitthvað svoleiðis en nei, það var nú ekkert á þeim tíma sem að var einhver ákveðin manneski sem að ég var eitthvað svona sérstaklega lítið upp til. Nei. Þetta var náttúrulega eins og segir, núna er þetta miklu auðveldara, bara fylgja einhverjum og sjá hvað er verið að gera. Það er meira upplýsingar frá töluvert meira. Já. En á þessum tíma ferðið og kaupir eigið húsnæði og hvað eru þið lengi þar þangað til þið flyti í rauninni yfir var það ekki í Smáralind? Við vorum örgulega búin að vera þar þá, við hvernig flytið 98, við 16 ára. Já. Af því að við lifðum bara af í Smáralind í tæpt ár. Já, það var svoleiðis. Já. Ok. Hver var ákvörðun við það að færa sig yfir í Smáralind? Það var að ég fór út úr rekstrinum, baðhúsrekstrinum, meðan ég bjó erlendis í nokkur ár og þá hafði bræður minni selt húsnæðið og nýttaði til þess að fjárfesta í öðru. Og svo kem ég bara inn aftur seinna, inn í fyrirtækið og þeir fara út. Þannig ég var að leigja aftur húsnæðið sem ég hafði átt. Já. Og það, bankarnir held ég hefði keypt eða eitthvað svoleiðis og þeir vildi ekki leigja mér það áfram og hvað héti Drómi, svona banki tengt sparisjónum held ég. Allavega þar voru bara einhverjir ungir strákar í jakkafötum sem að tóka allar ákvarðanir og þeim lá svo á að ég færi út úr húsnæðinu. Þeir vildi ekki leyfa mér að leigja áfram meðan væri verið að undirbúa Smáralind. Ég náði að fá að vera held ég til 10. desember 2013 og hitt átti að vera tilbúið átti upphæli að vera tilbúið jólin sama ár en svo tegðist það. Þannig ég fekk ekki einu svona framlengja að vera þar til hitt húsnæði að vera tilbúið. Þeim lása á að ég færi út, svo fór aldrei neitt inn í það húsnæði, það bara eyðilagðist þannig í Brautarholtinu. Okay. Það var örugglega tómt í 10 ár eða eitthvað. Já. Þannig það var allt mjög sérstakt. Já, það er sérstakt mál. Og hvað varstu þá í nokkra mánuði á þess að geta verið að taka á móti viðskiptum? Nei, sko, við fluttum, ég var það náttúrulega bara að opna, ég var náttúrulega með kuna sem var í áskrifti á mér. Já. Og þannig við opnuðum með minnir 14. janúar eða eitthvað svoleiðis. En húsnæði það var ekki næri tilbúið. Nei. Það var bara iðnaðar menn að saga og bora og mála og pússa og það var bara hræðilegt ástand. Ég ætlaði að vera þarna með 5 stjörnu spa. Við vorum með meðferðir í gangi meðan var að vera að bora í vegginni við hliðina, sko. Já. Þannig þetta bara eyðilagði reksturinn hjá mér. Svolítið erfitt að vera að selja viðskiptaðan spa upplifun. Já, og hvað átti ég að gera? Ég gæti ekki lokað. Nei, einmitt. Þá myndir þú missa tekjuflað og getur ekki greitt reikningana. Já. Ok, og þú varst í Smáralind í 1 ár, þangað til að félagi verður í rauninni svo gjaldþrota 2014-2015. Já, ég ákvað að loka þarna við flytt inn í janúar og liðið bara fram í desember. Já. Af því ég misti náttúrulega mikið að tekjum þegar konurnar var náttúrulega óanæðar það var ekki tilbúið húsnæði. Nei. Á sama tíma ég náttúrulega að fá alla reikninga og borga laun og meira að fá leigureikninga. Já, og í framkvæmdum líka. Og í framkvæmdum, já. Og bæði ég og leigusalinn, sko. Já. Þannig að þetta var bara hræðilegt. Já. Þetta var bara hræðileg upplifun, sko, og náttúrulega búin að vera með fyrirtæki í 20 ár. Einmitt. Að enda svona og þetta var svona einn erfiðasta ákvörðun sem ég hefði taka
að ákveða að loka af því ég sá enga leið út. Tekjurnar hrundu, reikningarnir voru að hlaðast upp, ógreiddir. Þannig að ekki hefði ég ekki satt ég á einhverjum peningum heima hjá mér sem ég geti sett lengur inn í félagið. Þannig að það var eiginlega bara ein leið út, það var annarkost, eða það voru eiginlega tvær. Leigutaki, leigusali, hann vildi taka yfir félagið. Já. Vildi sérst fá, þeir hafi verið að senda mér reikning alltaf fyrir leigu þó húsnæði verið ekki tilbúið og þeir vildi fá hlutafé í fyrirtækinu hjá mér fyrir það. Já, í staðinn. Já. Og ég sá fram á það að ég væri bara að selja sálu mína því að ég átti að fylgja með í kaupanum. Já, einmitt. Vinna fyrir þá. Já, og ástæðan fyrir að fyrirtæki mitt var að leggist á hliðina, það var út að því sem að gerist þarna í þessu húsnæði. Já. Það var ekki tilbúið. Og að ég fekk alltaf mjög háa rukkun samt fyrir leigunni og það bara margfaldaðist. Nei, ég ætla ekki að gefa hluta gefa fyrirtæki mitt upp í þetta. Þannig að ég ákvað að ég vil frekar loka og bara sál mín hún ekki til sölu og allt það sem ég hef strita fyrir seinustu áratugi. Þannig að það var mjög erfið stund þegar ég kallaði starfsfólki mitt á fund í hádeginu, hvort það var ekki bara hana 10. desember minnum mig, 2013, sagði maður nú var ég bara nú var ég að loka. Já. Það væri búið. 20 ára sögu fyrirtæki sem væri hér með lokið. Svo fór ég bara heim og hófst mjög erfiðu kafli í mínu lífi eftir þetta því ég náttúrulega sem eini eigandinn, ég náttúrulega laun eru þannig hér, ég náttúrulega fór sjálf persónulega líka í gjaldþrot. Já. Og einstæð móðir, þannig að þetta var mér gríðarlega erfitt. En þegar ég lít núna í baksýnisspegilinn, þrátt fyrir að hafa farið þarna í gegnum vaðið í raun og veru eld og brennisteina þarna meðan gjaldþrot að fara í gegn og geta núna litið tilbaka, þá get ég sagt að þetta hefur einn besta ákvörðun sem ég tekið. Já, þessi ákvörðun. Já. Þó hún hafi verið svona erfið. En hvernig var á því tímabili sem þú varst að fara í gegnum þetta og vera búin að byggja eitthvað upp hann í 20 ár og svo er það næstu svona tekið að þér yfir eina nóttu. Hvernig var að upplifa það? Þetta var andlegt þrot líka, sko. Þetta var ekki bara fjárhagslegt þrot, þetta var andlegt þrot. Þetta var náttúrulega bara mikill ósigur. Já. Mikill ósigur og tók verulega og það náttúrulega sem opinber persóna þá fór gjaldþrot mitt fram á síðum fjölmiðla. Já. Og það var líka margt skrifað sem var ekki rétt þegar maður getur ekki maður tekur líka svona ákveðna taktík í svona málum að það er að vera ekki alltaf að svara öllu sem er skrifað og þá bara að leyfa því bara að líða og bara vita hið rétta en þurfi ekki að svara fyrir sig í fjölmiðlum og auðvitað tók þetta miklu meira á í staðan fyrir ef engi vissi af því þetta er náttúrulega alveg tvennt ólíkt sko. Og mér fannst mjög erfitt að ég hafði náttúrulega í mörg ár verið með síman, hann hringdi alveg stanslaust og 100 tölvupóst á dag og mikið í gangi og allt þetta starfsfólk og kúnnar og svo bara hætti síman að hringja. Já. Það var rosalega skrítið og líka fólk sem að ég kannski hélt að væri nær mér heyrði ekkert í þeim. Nei. Þannig að það var svona allskyns tilfinningar sem ég var að díla við, erfiða tilfinningar en þetta er náttúrulega aldrei auðvelt fyrir neitt að vera gegnum gjaldþrot en eins og ég segi, ég er ánægð með að ég hafi tekið þessa ákvörðun og hún hafi verið erfið fyrir mig og marga aðra líka. Ég átti mig alveg á því og þótti þetta náttúrulega leiðilegast varandi mitt góða starfsfólk sem hafi verið með mér í mörg ár. Já. Það var náttúrulega alveg óbúslega bara niðurbrjótandi fyrir mig að þurfa að taka þessa ákvörðun en eins og ég segi, þegar ég lít núna í baksýnisspegilinn þá bara, ég er svo glöð að ég gerði þetta. Ég fekk svo mikið frelsi þegar ég var komin í gegnum þetta og svo mikið frelsi sem að fylgdi því og ég náði einhvern veginn svona að nýta þessa reynslu sem bara svona stökkpall inn í næsta kafla lífsmíns.
einmitt. Hvað hérna á þessum 20 árum, hvað myndirðu segja að hafi verið svona stæðsti lærdóminn hjá þér í rekstrinum sjálfum? Þegar kemur að því að vera að reka fyrirtæki og vera með starfsfólk og vera með viðskiptavinni og svo þarna aftur komin í þá stöðu að þurfa að eiga við leigusala og eiga ekki eitthvað eigið húsnæði. Já, einmitt. Stærsta leksían, hún hann var alltaf margar leksíur og maður náttúrulega bara alltaf að læra þegar maður í business og sérstaklega þegar maður kemur bara nýr inn og veit ekki neitt sko, eins og ég var. Það náttúrulega bara að maður þurfti náttúrulega að læra að vera leiðtogi. Ég sko, þegar þetta var 94, ég meina, ég átti ekki einu svona e-mailadressu. Þetta alveg þarna sko. Og maður þurfti að byrja þar og læra markaðsfræði og sem að ég reyndar elska í dag sko. Marketing og náttúrulega bara stjórna fólki og svona, en persónulega þá hefur við verið leksía hjá mér að treyst ekki öllum ráðgjöfum innan gæsalappa sem eiga að vita miklu betur en maður sjálfur hvað er best fyrir reksturinn. Og ætli það hafi ekki líka verið bara að treysta fólki áður en að var búið að vinna sér inn traust. Og þá í svona viðskiptasamböndum. Af því að það kom í baki á mér. Já, einmitt. Og það var bara leksía fyrir mig. Já, og kannski fólk búið að segja eitthvað og stóð svo ekki við. Já, lofa einhverju og ég bara, já, ok, hann tók í hendina á mér og ok, þá ætla ég að skrifa undir þetta og ég bara treysti því sem hann sagði þegar hann tók í hendina á mér og svo var ekkert að marka það. Nei, einmitt. Veist. Einmitt. Þannig að, já, ég lærði alveg fullt af því. Já, alltaf gífurlegu lærdómur. Þetta er einn svona besta leiðin til þess að bæði íta á sig sem einstakling að fara í gegnum eitthvað svona. Já, einmitt. Og ég, eins og ég segi, ég er bara í dag þá er ég svo óhrætt að tala um þetta að ég vil líka að fólk sem fer í gegnum erfiðleika, að það er hægt að rísa upp úr þeim. Já. Og láta þá ekki skilgreina hver ég er sem manneskja. Þetta voru erfiðleikar sem ég fór í gegnum, þetta var ákveðið verkefni, ógeðslega erfið, en þessir erfiðleikar er ekki ég. Og svo bara hvað get ég lært úr þessu til þess að halda áfram í næsta kafla lífsins, í næsta verkefni hjá mér. Og það hefur reynst mér bara góð leksía og bara góð mantra líka fyrir mann að minna sig á að við erum ekki erfiðleikarnir. Nei, einmitt. Það er mjög góða punkt. Hvað tekur við svo hjá þér eftir þetta? Eftir þetta, þá fer ég nú bara aðeins til Ameríku í eitt á annað ár bara til aðeins að kúpla mig í burtu og bara ná áttu. Já. Og svo er bara komið að því, ok, ég er bara komin hérna á krossgötur, ég fór til Ameríku og leið okkur litla íbúð fyrir mig og dóttur mín og hundin okkar og ég sá nú bara í seinustu viku myndir þar sem ég var eitthvað að skoða, ég bara, heyrðu, ég leiði hérna einsherbyggja íbúð fyrir okkur bara til að koma okkur aðeins í burtu. Ég átti engan pening, það var náttúrulega allt farið. Og ég leiði íbúð sem voru engin húsgögn í og við sváum á gólfinu til að byrja með. Það var svoleiðis. Og það er bara tæp 9 ár síðan. Já. Og það var svo gott fyrir mig að sjá þetta. Ég sá bara allt í einu myndi, ég bara, já, alveg rétt, það var teppi á gólfinu og ein núverandi vinkona mín sem var búsett hana, sem kynntist úti, hún lánaði okkur eitt sófa. Já. Þetta var það sem við höfðum til að byrja með. Já. Og það er svo gott fyrir mig að minna mig bara, ok, þarna var ég stödd og í dag er ég að njóta velgengni sem ég hef aldrei upplifað áður. Miklu, ég farsæll í viðskiptum í dag en ég hef verið nokkur sinni áður. Og þetta er ég búin að gera núna á rúmum 8 árum. Frá því ég var þarna á gólfinu. Einmitt, fljótt að breytast. Já, ef maður bara gefst ekki upp og maður heldur bara alltaf áfram. Auðvitað þarf maður að fara í gegnum tilfinningarnar og erfiðleikana. Ég er ekki að tala um að við bara sópaðum undir teppið. Leyfa sér að taka tíma í að fara í gegnum það, en halda samt alltaf áfram. Já. Og það er hægt að gera stórkostlega breytingar á ekki lengri tíma. Einmitt. Maður bara leggja inn vinnuna. Já, þetta snýst bara um það að vinna. Já. Og bara, brettu bermar og gera það sem þarf að gera. Ekki bara hugsa um það eða dreyma það heldur, actually að gera það. Já, einmitt. Það er munurinn. Einmitt, já, það er munurinn. Hvað þú sem sagt ferð út og býrð úti í nokkur ár,
Já, þarna fer ég fyrst sko bara aðeins til að bara koma mér í annað Já. umhverfi og bara Komast í hitann. komast í hitann og bara fá bara ná mér í súrefni í raun og veru. Og við erum þarna bara svona á annað ár, já, og svo er ég bara komin á krossgötnum bara nú er ég svona búin að vinna úr þessu, hvað er næst hjá mér? Hvað langar mig að gera í næstu árin hjá mér? Og þá hugsaði mér langaði alltaf svo að mennta mig, en svo tók bara lífið yfir, ég var hérna 18 ára þegar ég var með svo og kláraði ekki námið mitt. Ég var reynda að hafa mynd í millitíðinni þarna þegar ég fór út úr rekstrinum í nokkur ár, þá ég í Kanada og menntaði mig sem grafískur hönnuður. En núna var ég bara mér langar að gera eitthvað allt annað. Og ég tók bara 180 gráður og skráði mig í nám í heimspeki, hagfræði og stjórnmálafræði. Já. Og útskrifast þar á árið sem ég var 50. Já, var þetta á Íslandi? Já, ég var bara í fjarnámi frá Bifröst, frá ábúrtnám. Þannig að ég fór í það og svo svona undir lokin, þá var ég svona hafði átt mér draum þegar ég var í húsnæði, Brekkanmástar, inn í Marlind, þá átti ég mér, það var alltaf svona, mér langaði að vera með á netinu, það var einhver svona fjarlægur draumur hjá mér. Já. Þannig ég byrjaði aðeins að leika mér með það í seinasta ári mitt í náminu, byrjaði með svona heilsuprógram á netinu og það bara gekk vel og svo var ég búin að vera þarna í tæplega 4 ára námi og ákvað svo bara 3 mánuðum eftir ég útskrifast að skrá mig í næsta nám sem var nám í lífsþjálfun. Og þá gerðist eitthvað stórkostlegt. Þá opnaðist bara á nýjar víddir þegar ég lærði þau fræði og svo flytti ég heim. Þarna var ég búsett í Kanada aftur sko. Við vorum í Kaliforníu og fórum þaðan svo aftur til Kanada og svo flyttum við heim bara núna þegar COVID byrjaði. Já, 2020. Já, þannig það bara, núna 5 ár. Og þá byrjaði með námskeið á netinu. Byrjaði fyrst með svona þyngdartaps námskeið því ég menntaði með sem þyngdartaps svona coach og lífsþjálfi og svo var ég eitthvað búin að vera að hugsa og ég náttúrulega var, þegar ég var með baðhúsi, þá var náttúrulega áskrift, það er áskriftarmódel. Það er gott, mjög gott viðskiptamódel. Já, mjög gott og ég þekkti það náttúrulega vel. Og svo kom eitthvað svona upp í hugun á mér, já, eitthvað að fara í membership aftur. Ég bara, nei, aldrei aftur, af því að það er náttúrulega rosaleg vinna líka. Já. Þú veist ekki eitthvað að taka þig frí, nei, langt frí á milli. Fólk er að stóla á þig. Fólk er að stóla á þig og þetta er bara masín sem að þú ert bara með í gangi. Þetta er frábært viðskiptamódel, en það má ekki gleyma vinnunni sem fyrir það. Nei, einmitt. Og ég var alveg bara, nei, aldrei svoleiðis og svo er ég búin einhvern veginn að átta mig á því þegar kemur eitthvað svona, þegar heilinn á mér segir bara nei, aldrei, þá er mjög líklegt að koma upp aftur í lífið mínu og ég ákveða að gera það. Já. Það hefur verið svona reynsla mín, þannig að þá voru konar hjá mig bara, getum ekki, viljum fá eitthvað meira og svona þegar byrjuði á þessu námskeið og þá bjó ég til það sem er LMLP-prógrammið í dag. LMLP stendur fyrir lífið með Lindu P og ég er núna 5. ári með það. Og það er membership, það er áskriftar. Já, það er svona áskriftar. Já. En þetta er sem sagt svona lífstíls, þú myndir segja að væri svona þá lífstílsþjálfi. Lífsþjálfi heitir. Já, lífsþjálfi. Já, bara life coach. Já, ok. Og hvað er svona inn í því að því ég hef heyrti tala sko eins og með viðskiptinu því að þú veist, þú ert ekki að setja upp eitthvað mataprógram eða eitthvað svoleiðis, heldur meira eftir að kenna þeim sko hugsunna baku að borða mati? Já, ég er ekkert lengur í þessu þyngdartaps. Nei, okay. Ég í dag, ég er alveg með efni, þetta er náttúrulega allt innri vefur, þetta er bara svona eins og Netflix, bara fullt af efni sem maður geta nýtt þér. Ég var fyrstu 2 árin í þyngdartaps, ég er ekkert í því lengur, þetta er bara búið að þróast og ég er búin að breytast og áherslurnar mínar. Og í dag þá vinn ég svona mest með, sko ég tók eftir það svo mikið af konum sem eru bara svona á sjálfstýringunni í gegnum lífið. Já. Og hafa ekki tekið svona meðvitað ákvörðun eiginlega eins og hvað þeim langar að fá út úr lífinu og kannski konur á meðan aldur. Þannig ég er í dag, þá er ég að kenna þeim að slökkva á sjálfstýringunni og uppfæra sjálfsmyndina, fjármálin og lífstílinn. Já. Og þetta ger ég allt með hugsanavinnu. Sem lífsþjálfi þá vinn ég svona ákveðna aðferðafræði þar sem ég er að kenna konum að átta sig á
kraftinum sem býr í huganum á okkur og allt sem við hugsum, það það sem að verður á endanum að veruleika í líf okkar og þetta hefst allt með hvernig við hugsum okkur, hvernig við sjáum okkur þess bara sjálfsmynd okkar og ég vinn mjög mikið í að hjálpa þeim að uppfæra sjálfsmyndina, bara að hugsa og skoða bara hvernig finnst þér þú, hvað hugsaðu þig, hvernig sérðu þig, opna á framtíðarsjálfu þig, hver viltu vera eftir 1 ár eða 5, 20 ár og skoða alla möguleikana og ég kenni þeim að opna á möguleikana því ég sé möguleikana í konunum mínum og þetta bara það mest gefandi starf sem að ég hef unnið á ævinni, sko. Þetta æðist að fá að vera vitni að því að sjá allar þessar, ég með mörg 100 konur hjá mér, sjá þær gera þessar mögnuðu breytingar á lífi sínu með því að bara vera meðvitaður það sem þær eru að hugsa og hvernig þeim líður og bæta líf sitt bara alla þætti með því að fara bara hérna beint upp í heilan, sko. Já, breyta viðhorfinu gagnvart sjálfu sér. Já, það náttúrulega bara grunnurinn af öllu. Einmitt. Þannig að það hefur verið bara mjög mögnuð reynsla og svo ég líka með lífsþjálf á skólan sem að ég stofnaði í fyrra. Ég með fyrsta hópið minn núna nemendum sem ég að kenna þeim að vera lífsþjálfur. Já, ok. Þannig að það bara stórkostlegt. Ég elska það líka. Sko. Þetta bara svona hjartaði með slær hraðar í hvers skipti sem ég fæ að kenna þeim þetta. Einmitt að hjálpa öðrum, hafa góð áhrif. Já, og það náttúrulega bara alveg svakalega fyrir mig gefandi að vera með þetta fyrir íslenskum mælandi konur og þær eru konur út allan heim, íslenskum mælandi, við komum inn í þetta dásamlega samfélag sem við höfum skapað, LMLP-programmið og fá að hjálpa þeim og sjá þær bara, já, býttu, ég get hugsað þetta öðru sig og það þarf engin annar að breytast en ég, þannig að mér líður betur og þegar mér líður betur þá ger ég aðra hluti og það verður niðurstaðan í lífi mínu allt önnur. Já, einmitt. Hvernig hefur svona viðskiptamódelið með þetta þróa síðustu 5 árin? Talaður að búin að taka út hana með þyngdartapi? Sko það ekki áherslan, það ennþá hægt að fá, það alveg en ég ekki að kenna það í dag, það bara eldra efni sem þær hafa aðgangað og það í raun og veru allt sem þurfa að læra þyngdartap því að það gerist líka allt hérna uppi. Við þurfum ekki einhver mataplön og einhver að segja hvað það borða marga kalóri og það ekki það sem langtíma árangurinn. Ég trú ekki það. Þetta hefur náttúrulega bara þróast eftir því sem að ég verð færari lífsþjálfi og læri náttúrulega líka í gegnum konurnar mína, ég sé alltaf konurnar mína, það eru bara, konahópurinn minn og bara heyri svona hvað þær eru að ströggla við og þá breyti ég áherslunum þegar ég tek eftir því að það eitthvað ákveðið sem að koma aftur og aftur upp í þjálfun þegar ég að kótsa þær í hverju viku í svona hópatíma og það sem hefur náttúrulega líka gerst að ég hef verið að uppfæra mína sjálfsmynd, ég hef uppfært fjármálin mín og lífstílin mín, ég alltaf bara nokkur skrifum á undan þeim með það sem að ég að kenna þeim, þá ég búin að fara í gegna það. Þannig að það sem hefur líka gerst að ég hef þórað að fara að rukka hærra fyrir þjónustu mína. Þannig ég búin að hækka verðið og það mun halda áfram að hækka hjá mér. Já, eftir sem þú skila meiri verðmæti þeirra. Já, þetta snýst allt verðmætasköpun. Já. Þannig að aðaláherslan þín svona að vera að leiða þar áfram sem leiðtoga, þú ert að setja svolítið svona exampli sjálf. Já. Ég geri það. Þannig að ég væri ekki heiðarlega ef ég var að kenna þeim eitthvað sem ég hef aldrei farið í gegnum sjálf og þess vegna segi ég til dæmis bara í dag veldu vel hverjum hans að læra af hver kótsið þinn, hver leiðbeinandi þinn, það manneskja sem að lifa lífi sem að þið langar að lifa ef ekki, af hverju þetta að læra frá henni einmitt. Henni að honum. Já. Hvað myndir þú segja að svona konur sem að leita til þín í dag eru að ströggla við svona hvað mest? Það kom mér nefnilega á óvart, sko, þegar ég fór og ég er náttúrulega búin að vinna með, ég myndi segja einhverjum 1000 konum. Það sjálfsmyndin og sjálfsniður. Svakalega mikið.
að finnast þær ekki vera nóg, finnast þær ekki eiga eitthvað skilið og vera stöðugt að tala sér niður og mjög sterkt þema að vera að halda í eitthvað sem að gerðist í fortíðinni til þess að láta það skilgreina framtíðina þína. Já, einmitt. Nota kannski svolítið fortíðina til að skilgreina sig í dag. Já, einmitt. En fortíðin, hún hvergi til nema bara í huganum á okkur, hún bara liðin og þú getur breytt inn hér með eitthvað kýst að hugsa fortíðina. Já. Þar valdið þetta, sko. Já. Og svo líka bara á einhverjum tímapunkti þá bara, kannski viltu bara sleppa þessari sögu og einmitt, þú getur alltaf, það alltaf í boði að búa til nýja sögu. Já. Og svo bara fókusera á framtíðina og það sem að ég sem lífsþjálfi geri, ég að vinna með konum sem eru vel fungerandi sem að eru vel fungerandi í lífinu og þær geta séð framtíðina og við erum alltaf að fókusa á framtíðina. Það meira svona þegar þú ert í hérna ekki jafn vel fungerandi, þá það terapía, sálfræðingur, geðlæknir og þá oft verið að vinna með fortíðina en ég sem lífsþjálfi, ég fókusar á framtíðina. Það alltaf framtíðin. Já. Já, einmitt. En hvernig finnst þér eins og svona markaðinu fyrir þetta að vera að þróast hérna heima? Þetta náttúrulega mjög þekkt úti og sérstaklega eins og í Bandaríkjunum. Veistu það, þegar ég byrjaði fyrir 5 ára síðan, fólk vissi ekkert hvað lífsþjálfi var. Nei. Þannig ég svona alltaf brautriðandi í því og ég enn að útskýra hvað lífsþjálfun er. Já. Þannig það náttúrulega bara tækifæri í því líka. Einmitt. Hver svona helsti munur myndu segja á lífsþjálfa og kannski markþjálfa? Ég hef verið að spurða þessu, ég náttúrulega ekki markþjálfi, þannig ég veit það ekki. Nei. Ég held að það sem meira bara svona coach og kannski vera að fókusera á markmið, dettu það í hug, ég veit það samt ekki alveg, en við lífsþjálfi og hérna, við erum að vinna með svona ákveðna aðferðafræði sem að tengist alltaf hugafarinu og við getum tekið hvaða vandamál sem Já. Og unnum með það. Það bara fyrir gegnum svona ákveðið system hjá okkur sem við vinnum með. Já. Þannig að það okkur í raun og veru ekkert óviðkomandi. Þetta bara lífið, þetta bara life coach. Einmitt. Við vinnum með þetta allt og ég noti þetta allt saman á mig. Já, það náttúrulega best. Já, það langt best. Læra þetta sjálf. Já. Hvernig myndur segja eins og með lífsþjálfa að þetta eitthvað sem allir ætti að vera með? Vá, breytingin sem ég er búin að gera á mínu lífi eftir að ég fekk með lífsþjálfa. Fyrst með að læra þetta og ég held alltaf áfram að fjárfesta í sjálfur mér. Já. Það náttúrulega bara besta fjárfestingin sem við gerum og þar tala ég að mikilli reynslu eftir að hafa mist allt saman. Já, ég segi það eiga allir að vera með sinn lífsþjálfa. Það bara þannig. Að því við festum svo oft inn í svona eigin hugsunum og við erum búin að hugsa kannski einhvern sömu hugsanirnar áratugum saman og við erum búin að hugsa svo oft að við erum bara farin að trúa því. Já. Eins og þessi staðreind. En það ennþá bara hugsun í hausnum okkur, bara setningar sem við erum búin að segja við okkur aftur og aftur. Þegar við vinnum með life coach eða lífsþjálfa, þá viðkomandi búin að læra að hjálpa þér að skoða það sem þú ert að hugsa og vinna með hugsanir þínar og sýna þér hvað þessi hugsun til dæmis, hvað áhrif hún að hafa á hvað þú ert stattur í lífiðinu í dag og bjóða þér möguleika, langa þér að breyta þessu og hvað hægt að gera í staðinn. Já. Þannig að ég sjálf, ég með minn eigin lífsþjálfa sem að ég fjárfesti í mér, ég fjárfesti mjög mikið í sjálfur mér, mín eigin heila. Ég með minn eigin lífsþjálfa og business-þjálfa. Já. Lífsþjálfur minn búsett í Kanada, business-þjálfur minn í Bandaríkjunum og ég hitti aðra hverja viku. Þannig 2 sinnum í mánuði með lífsþjálfa, 2 sinnum í mánuði með business coach. Þannig ég í hverju viku, í klukkutíma, í engatíma. Já, einhver sem þá að halda þér accountable eins og þú ert að gera við aðra. Já. Einmitt. Og þetta allt og þær sem ég með, þær eru konur sem að ég líti upp til, sem búin að ná lengra en ég, sem eru frábærar í sínu fæi og ég mjög vel hverjum ég læra til dæmis. Já, einmitt. Hvernig svona reynslan hjá þér í því þær konur sem að koma inn í prógrami hefur koma kannski og eru margar sem að hætt eftir skamma tíma eða eru flestar sem eru áfram? Það því miður það alltaf bara ákveðin prósenta sem að kemur og bara með svona hugafærið þetta sé eitthvað svona 8 vikna átak sem allar að fara í. Quick fix.
quick fix, þetta er ekki svoleiðis. Ég segi það við alla, en það lágmarks binditími hjá mér eru 3 mánuðir og það bara því ég vil ekki fá konurinn sem að leita quick fix. Þetta eitthvað sem þú þarft að vera í þessari sjálfsrækt, í þessari sjálfsvinnu. Ég segi að henni líkur ekkert fyrir bara líf okkar líkur. Við erum bara mannfólki, við erum gerð til þess að vaksa og þroskast. Þannig að ég með konur sem búin að vera hjá mér frá upphafi og ég með mjög stóran hóp sem þetta bara lífstílinn þeirra, það halda áfram í þessu og búin að ná ótrúlegum árangri á mörgum sviðum lífsins. Svo því miður alltaf ákveðin prósenta sem að kemur inn og telur sér trúum að hún hafi ekki tíma. Já. Og að hún get ekki tilengja sér þetta eða að þetta sé ódýrt og bara hætta áður en að byrja. Þannig að það bara gefast í raun og veru upp áður en það byrja. Þannig að gefa sér ekki einu sinni séns. Nei. Og ég segi alltaf að það einu sem að ná ekki árangur hérna, það eru þær sem gefast upp. Af því ef þú tilengar það sem ég að kenna, þá myndir ná árangur. Það bara þannig. Einmitt. Við erum svo fljóta að selja okkur einhverjar ásakanir. Alveg svakalega. Við erum besti sölumæður en það kemur að því, sko. Já, einmitt. Og mér finnst það bara svo sorglegt. Af því að það eitthvað innra með þeim sem segir, ok, mér langar í þetta. Það eitthvað þarna fyrir mig og ástæðan fyrir þú skráir þig, en þú bara gefst upp áður en þú ert búin að reyna nokkuð. Já, einmitt. Það náttúrulega bara eins og nefndir áðan en í byrjun, sko, munun á þeim sem að hugsa og þeim sem að taka á skarið og framkvæma, sko. Já. Akkurat. Það bara svo leys. Og svo líka svo gott að minnast ábyrgð, það enginn að fara að koma að gera þetta fyrir. Nei. Við þurfum að gera það, hvort sem að vinna í okkur sjálfum eða businessnum okkar. Já. Það enginn að fara að koma og gera þetta fyrir okkur. Nei. Við þurfum að gera þetta sjálf. Einmitt. Það mjög gott að hafa það á bak við eyrað. Já, það bara svo leys. Hvernig eins og að markasetja þetta? Svo talar að þú bara með íslenska konu, ertu þá að markasetja aðalega á samfélagsmiðlum? Sko, ég elska marketing. Mér finnst það svo skemmtilegt. Ég gæti verið bara í því. Já. Ef ég þurfti ekki að gera annað. Já, langtum mest þannig á samfélagsmiðlum. Ég byrjaði reyndar, ég var með núna í janúar aðeins svona billboards og fór í útvarpsauglýsingar sem ég hef ekkert gert í 5 ár. Það var aðalega bara til að stækka vörumerki mitt á svona ný augu. Annars þetta allt á netinu og samfélagsmiðlar náttúrulega gríðarlega sterk. Já, það ekki bara eitthvað besta tóli sem þú notar? Jú, það bara. Og ertu þá að pósta bara svona myndum eða ertu að pósta vídeo og hvernig? Öllu bara. Ég er með vídeo, ég er með reels, ég er með myndir, ég er með karusel, ég er með allt og ég pósta á hverjum einsta degi. Á hverjum einsta degi? Já. Og þú bara með svona ákveðna strategy í kringu það? Já, það mikil strategi þar á baki og svo ég náttúrulega líka með podcast. Svo ég með það sem heitir Magasínið sem postlistið minn. Þannig ég að gefa mikið af free content. Já. Postlistinn þá ég sendi út efni alltaf á sunnudögum og það fróðleikur alltaf og svo ég með ég er með yfir 220 þætti í podcastinu. Já, og það eitthvað sem frítt bara? Já, það bara vikulega. Já. Hvað ertu að tala í podcastinu? Það sem ég er að kenna. Já. Ég er að tala allt lífsþjálfunarfræðin og það eru mjög margir sem eru kannski margar konur sem búin að hlusta á podcasti kannski 1-2 ár áður að koma til mín. Já, það tekur alltaf smá tíma. Já, þannig að þetta er bara partur af funnelinu mínu. Já, einmitt. Magasínið podcastið, þetta er allt frítt og þær koma inn í funnelinu mitt og átt að læra hvað ég er að kenna og ok, svo kemur að því að það er skrásið. Já, einmitt. Hvernig svona eins og markan heima, þetta við erum eitthvað 350-400 manns, þetta ekkert eitthvað gífulega stórt með ellendis svona og þú náttúrulega ert búin að vera svolítið mikið ellendis. Þú ert aðalega fókus á íslenska konur, er það ekki? Sko, ég er bara með íslensku mælandi konur. Bara með íslensku mælandi konur. Og coachin minn úti, business coachin, hún bara Linda vildi koma á ensku mælandi markað. Já. Af því að það er náttúrulega mikið stærri hópur. Það er aðeins stærri hópur. Já, og líka verðin miklu hærri þar, sko. Já. Það er bara allt önnu verðin gangi hér, sko. Og ég stefni alveg á það. Veist, það er alveg í á, hvað ég segja, svona idea board, með svona fullt af hugmyndum, sko, sem við erum búin að vera að vinna í og það er til dæmis að ég verði með mastermind á ensku. Já. Fyrir konur með svona
svipað málefni, en ég hef bara haft svo mikið að gera með LMLP-prógrammið og það sem ég er að gera hér, að þjónusta konurnar mínar hér, að ég vil gera það vel og ég vil Já. koma því vel fyrir áður en í stíg næstu skref og svo er ég náttúrulega komið skólan líka núna, þannig að ég hef alveg nóga verkefnum. Það er nóg að gera. Já. Þannig að já, ég er alveg með það svona, það er á vision boardinu mínu að fara líka á enskumælandi markað en eins og þá er ég að fókusra á konurnar mínar hér heima. Já, en tekur hitt alls ekki út af borðinu? Nei, alls ekki. Ég er með fullt af hugmyndum, sko. Já, ég trúi því. Þú nefndi mastermind úti, ertu með mastermind hérna heima fyrir konur? Nei. Er það engin hugmynd? Það hefur alveg komið upp, sko, en þetta er líka bara hvenær í sólarhringnum ætla ég að koma því inn, sko. Já. Mér langar alveg að fara með svona business mastermindina. Já. Og ég er náttúrulega að útskrifa lífsþjálfa úr skólanum hjá mér sem að vilja líka læra mér marketing og hvernig það er að komast þér á framfæri og svona, þannig að það er kannski bara að setja það út í kosmói núna að það er eitthvað sem getur vel komið til greina að ég bæti við. Já, einmitt. Og það er eins og nefndir hann með sko markaðan út eins og sérstaklega í Bandaríkunum að þá er það náttúrulega bara tölvert þróaðir markað þegar kemur að þessin eru tilbúinir að borga en þá meira þegar þeir eru búin að átta að sjá mikilvægi þess sko, að fjárfesti í sjálfu sér. Og tölurnar sem ég er að borga mínum coachum sko, ég þarf ekki eins og segja þér hérna. Nei, ég trú alveg að það séu háar sko. Já, það er sko, það er margkvælt sem að konur borga hér fyrir ár. Já, einmitt. Sem að ég borga kannski fyrir tíman sko. Já, en þú myndir ekki vera að gera það en þú myndir telja að vera að fá verðmætin tilbaka. Já, þetta er bara, ég mun ekki hætta þessu. Nei. Ertu með einhver svona fyrirmyndir úti eða einhver svona sem að podcast eða bækur sem að vera að hlusta á? Ég hef náttúrulega, ég er sólgin ég byrjaði í svona sjálfsvinnu bara 25 ára örugglega. Ég hef alltaf verið að lesa á faranámskeið bæði in person og á netinu. Ég er alltaf að sanka að mér efni. Já. Og hlusta podcast hverjum einasta degi, ég elska podcast. Já, einmitt. Og þannig ég er ég vel alveg úr hverju ég hlusta á og til dæmis byrja að hlusta á podcasti hjá Kelly Rhodes, hún er business, sem er business coachin minn í dag, ég er í hennar mastermind. Já. Sem er mjög stór í þessum online bransa og ég er með fylgta og þetta er mest magnis svona mest konur en ég er náttúrulega líka eins og Gary Vee og svona sem er náttúrulega gaman að hlusta á Marcus. Tony Robbins. Já, Tony líka. Já. Lewis House kannski, School of Greatness. Ég var einmitt þar í ráðstöfni í Los Angeles í september, þá var hún Cody Sanchez. Já, einmitt fjármála. Já, hún er frábær. Hún er mjög góð sko. Einmitt. Já, ég fylgi þessu öllu saman og finnst bara gaman og svo þarf maður líka bara að þess að sortira frá, það er svo mikið hverju þú vilt fylgja sko hverjum ætla maður að vera að læra af sko. Já, einmitt. Þannig að mér finnst þetta mjög áhugavert og ég er bara alltaf að mennta mig á einn eða annan hátt því að það skilja sér alltaf til viðskiptavinna minna líka. Já. Og ég fyrirtæki mitt. Einmitt. En þú hlusta mikið á podcast en bækur til dæmis. Hlustar þá á þær? Mér finnst betra að hlusta, já. Ég er með nokkra hljóðbækur í gangi. Ertu með einhver svona bók sem að myndi mæla mikið með eða einhver svona bók sem að hefur haft kannski mest áhrif á þig? Gap and the Gain er rosalega góð bók, ég vil bara taka tíma minn, en ég reyndar að hlusta á eina bók núna sem hefur nú reyndar ekki með business að gera. Ég setti mig markmið 1. janúar að lesa þá bók. Ég er búin að hlusta á hverjum degi núna á það sem af er ári og það er Biblían. Það er Biblían? Já. Sem að ég kannski ekki að nýta endilega í business en það var nú bara svona eitthvað sem ég hefur alltaf langað að gera. Tengist við einhvern aðri mátt? Já, það er náttúrulega mikilvægt. Við gerum þetta ekki án hans. Nei. Það er svo margar ég bara hvar á ég byrja sko. Já. Ertu búin að lesa Rich Dad Poor Dad bókina? Já, það er mörg ár síðan. Mér finnst Success Principles, Jack Canfield, það er eiginlega uppáhaldsbókin mín. Það er uppáhaldsbókin. Ég mæli bara með henni fyrir alla. Okay. Hún er meira hátar. Be Your Future Self Now, Dr. Benjamin Hardy. Já. Hún er frábær. Hún átt há, það er Dan Sullivan og þess Benjamin. 10x is easier than 2x.
10x is easier than 2x. Yep. Ok. Það eru þeir saman, Dan Sullivan, sko markaðsgúrú, Já. Svona fullari maður og Dr. Benjamin Hardy. Já. Það sem þeir eru að gera saman, það amazing. Það amazing. Já. Það að tjekka á þeim. Já. Ég hef með bara að lesa hana 10x bókin eftir hann hérna Grant Cardone. Já, mér finnst hún leiðileg með þetta. Já, finnst þið það? Já. Já, svo John Maxwell, hann með fullt af leiðtogabókum. Já, mitt. En Success Principle, Jack Canfield, hún meira áttur svona alltaf gamlu Dale Carnegie bækurnar allar. Já, svona classic. Já. Mitt. Þannig að ég alltaf, það alltaf eitthvað í gangi hjá mér, sko. Já. Brian Tracy, náttúrulega ég byrjaði uppalega á Brian Tracy, þá pantaði ég sko á netinu kassettur, þannig að bara 96 held ég hafi verið. Já. Þá fekk maður bara svona box sent heim með kassettum og það var Brian Tracy og bækur og vinnubækur og þannig ég búin að vera að... Þú búin að vera síðan þá? Já, alltaf eitthvað. Þetta er orðið aðeins einfaldar í dag. Já, einmitt. Já. Ég er núna að hlusta á hérna Tony Robbins, Money. Ertu maður að hlusta á... Nei, það er nýjasta bókin. Nei, að Tríólikjan, hann með 3 fjármálabækur. Já, ég er bara að hlusta á Unshakable held ég. Já, það er 3. bókin. Já, það er 3. bókin. Já, hún er mjög góð. Já. Og hérna, já, The Gap and the Gain, það er líka Dan Sullivan og Dr. Benjamin. Já, það vantar alls ekki efni í dag, sko. Nei. Með að hvernig það var fyrir 20-30 ára, sko. Það er auðveldara allavega að hérna fá aðganga því. Já, það er allavega ekki ásökun sem að hætta að nýta sér að vanta upplýsingar. Nei, einmitt. Það er eitthvað þá bara of mikið upplýsingar. Já, einmitt, maður þarf að sortera alveg út, sko. Já. Og upp að passa tíma sér líka. Einmitt. En eins og þú horfið tilbaka bara á þína vegferð, síðustu 30-40 ára eða bara síðan 88 hérna, og í það sem þú ert byrjað að gera í dag, það er einhvern tíma séð fyrir að þú værir að gera þetta eftir enn tíma. Sko það sem er nefnilega allt í magnað, að ég held að sé ef við höfum eitthvað svona draum, þá kraumar hann alltaf undir niðri. Það er bara þorum að taka lokið af og sjá hvað er í gangi. Og það var 2002 minni mig, þá þegar ég bjóði í Kanada, þá þegar ég hafi farið út úr fjölskyldufyrirtækinu hérna, Baðhúsinu og var í Kanada og þá var ég mitt að hugsa, ég fann að það var eitthvað svona sem ég langaði og það var svona eldri kona, prófessor í háskóla sem að var að leiðbeina mér að finna nám fyrir mig og ég fann fyrir hún, ég sagði, hei, hérna svona life coaching, mér langar að segja þetta. Nei, þetta er ekkert fyrir þig, sagði. Þannig ég bara var á þeim stað með sjálf mig þá og ég var ekki með, greinlega ekki sat ekki nógu vel í sjálfur mér, ég bara, ok, hún veit að betur en ég. Já. Og fór þá að læra auglýsingafræði í staðinn, sem að var reynda mjög skemmtilegt, en þarna var þetta að byrja að krauma, að, þú veist, þetta búið að vera í 20 ár áður en ég fyrir að læra, að mér langaði eitthvað að gera með life coaching. Já. Þannig að hérna, já, ég allavega hefur getað, ef ég lít svona tilbaka, þá er þetta eitthvað sem ég hefur langað að gera lengi og ég er náttúrulega búin að vinna mikið alltaf í sjálfur mér. Og draumur minn var líka að vera með business online sem ég er að gera í dag. Já, að vera á netinu. Já. En ég held þetta sé svakalega mikið að leyfa sér að dreyma og dreyma jafnvel starra en við trúum að við getum náð og eins og ég sagði, draumurinn hann er þarna. Það er bara, þorum við að opna á og þorum við að fara á eftir. Já. Og það er ég svo sannlega búin að gera núna. Já, einmitt. Og ég bara, fyrirtæki mitt í dag, þetta er bara svona drauma fyrirtæki mitt. Ég er náttúrulega ennþá alltaf á flakkjum heiminn. Það mun ekkert breytast, ég elska að ferðast og ég er bara búin að búa mér til þannig fyrirtæki, ég tek bara fartölvuna undir handlegginn og get unni hvaðan sem er. Já. Og að því talaðum áðan einstæð móðir, nú er dóttir mín farin utan í háskólanám. Þannig að ég get bara verið það sem ég vil. Já, einmitt. Og er þannig í raun og veru bara að lifa drauma lífinu mín í dag. Já, geta verið að ferða svolítið og vera ekki bundin við einhver ákveðna staðsetningu. Ég er ekki að leigja í Smáralind. Nei, einmitt. Þú veist, ég var ekki á sama stað, sko. Það er svona að segja, þetta var þegar ég líti baksýnisspegilinn, það allra besta. Já, þú þurftir að fara í gegnum þetta til áttað á því. Akkurat. Það er svo magnað við í lífi. Einmitt.
En hvað myndirðu segja að væri svona stæðstu áskoruna fyrir því í dag í reksturum, því að það náttúrulega eru alltaf einhverjar? Það er náttúrulega alltaf áskorun eins og veist að vera með starfsfólk. Já. Og vera með gott framúrskarandi starfsfólk. Og svo bara breytist það náttúrulega, þú veist, maður byrjar á einu stað og þá er maður kannski með fólk sem að, ok, þetta er frábær manneskja, hentar vel núna og svo þróast fyrirtækið og þá þróast kannski viðkomandi ekki með. Já. Þá bara, ok, þá þarf ég bara að upplevela, þá þarf ég að fá einhvern sem að er með svipaða sín og ég, sem að passar inn í framtíðarsýn fyrirtækisins. Þannig að þetta er alltaf visst púsluspill og ég þekki bara í allri minni reynslu í business. Þetta er viðvarandi eins og ég er vissum að allir í business geta tekið undir. Þannig að það er áskorun. Nú, það er líka áskorun að maður sé ekki sjálfur í vegi fyrir því að fyrirtækið stækki. Já, sé ekki flöskuháls. Við erum það nefnilega stundum, sko. Og líka að ná að vera með fólk í teiminu sem að við getum treyst og að taka af borðinu okkar sem eigendur, sem framkvæmdastjórar, treysta öðrum fyrir því og hreinsa eins til þannig að við sem ekki alltaf að vinna í businessum heldur frekar, við náum að vinna on the business. Já, ekki inn on, hvernig best að segja þetta á íslensku. Já, einmitt. Þannig að við náum að vera meira svona visionaries að vera með stefnu og búa til skýra framtíðarsýn fyrir fyrirtæki en að vera ekki í öllum smáatriðunum þessum dagstaglega að vera með annað fólk með sér sem eru því. Já. En upp á vissu marki. Maður náttúrulega, maður heldur ekki bara sleppa og segja, ok, þú bara sérð alveg þetta og bara treysta 100%. Við þurfum að vita hvað er að gerast. Við þurfum að vita hvað er að gerast. Án þess að þurfum einhvern veginn að vera með puttan í öllu samt. Já, einmitt. Og þetta er mjög fín lína. Já. Og ég hef alveg þurft að æfa mig þarna. Já. Og bara vonandi verða alltaf betur og betri því. Einmitt. Það er ein mjög góð bók sem ég las sem varandi þetta sem heitir Buy Back Your Time með Dan Martell sem myndi mæla með að þá tala hann sko að sem fyrirtækjegandi og sem stofnandi að vill maður alltaf gera allt sjálfur og hlutin ekki gerast nóg hratt að þá maður kannski taka yfir en ef einhver getur gert hlutina kannski 60-70% af þess að þú getur gert að þá allan að fríar tíma fyrir þig til að geta gert eitthvað annað og fókusa á annað sko. Og það er líka eitt mjög gott sem að ég er búin að temja mér að maður vill alltaf, það þarf alltaf að vera A+ hjá menni. Já. Bæði í businessnum og í prívatlífinu en hvað er það má bara vera B-? Þá gerum við miklu meira af því ef alltaf að vera fullkomið og ég hef alveg leitt með þetta að farða á stað áður en að allt er fullkomið því að ef þú ætlar alltaf að bíða eftir að verkefnið þitt þurfa að vera fullkomið þá gerur aldrei neitt. Já. Þannig að losaðu bara við að þú þurfur að fá A+, segðu bara, heyrðu, B- er bara geggjað, let's go. Já. Það hefur hjálpað mikið. Það hefur hjálpað mikið. Já. Og hvernig hefur svona komist að þessu að fara úr því að þurfa alltaf að vera yfir í að sætta það við B-? Sko, það er ekki endilega að ég sætti mig við B-. Það er bara að trúa því að til þess að starta þá þurfi þetta ekki að vera eitthvað fullkomið. Ég meina, hvað er fullkomið? Já. Og sendu e-mailin þá að sé stafsendingavilla. Það er enginn að fara að deyja. Við erum ekki heilaskurlæknar. Við erum að senda tölvupóst eða eitthvað skilur. Einmitt. Þannig að þetta er líka bara svona spurningum að taka þessu ekki allt og alvarlega. Og auðvitað er ég með mikið metnað. Ég er ekki að segja að hafa ekki metnað. Ég hef mikið metnað og ég ætlast til framúskarandi að fyrirtæki mitt sé framúskarandi og þjónustan okkar og ég er með miklu pressu á sjálfa mig en ég læt það samt ekki stoppa mig að ég þurfi að hafa öll svörin áður en ég byrja. Já, einmitt. Þetta er bara taktu skrefið og eins og ég náttúrulega með online business og ég meina, ég starta þó þess ekki allt tilbúið, svo bara býja það til. Já. Það verður til á leiðinni. Einmitt. Ekki ofhugsa þetta. Nei. Og það er kannski ástæðan okkur fólki sem að gengur eða eru mjög góður námsmenn, gengur vel í skóla, þeim gengur ekki vel í business. Já, akkurat. Þegar þeir eru ekki með öll svörin. Já. Þegar þú þarft einhvern veginn bara að fara á stað og byrja að læra á leiðinni sko. Við lærum á leiðinni. Það er heila máli. Já, einmitt. Það þurfi ekki að hafa öll svörin á þau. Já,
En hvað myndir segja eins og hjá þér, hvaðan kemur þessi drifkraftur að vilja gera eitthvað öðruvísi og fara þína eigin leið? Þú talar áðan að einhver sem sagði við þú ættir ekki að vera lífsþjálfi og þú fórst svolítið eftir því en svo ertu komin í það í dag sko. Já. Að svolítið að þú treystir svona sjálfur þér. Reynslan. Að reynslan. Já, í dag það bara reynslan. Og ég líka einhvern veginn komin á þann stað í dag að ég bara, fólk má bara segja það sem vill og hafa allskins skoðanir á því sem ég að gera en það sem skiptir mestu máli er bara hvaða skoðun hef ég á því sjálf. Og ég læt ekki annað fólk stoppa mig í dag eins og ég gerði hérna áður og það er bara reynslan. Já. Hvaða drifkraftur? Ég held að ég hafi alltaf verið svona. Já. Ég held ég hafi alltaf haft drifkraft og náttúrulega, svo hefur það breyst og ég hef þorað að umfaðma drifkraftin eftir því sem ég eldist og ég er bara stolt að ég segja að ég er fylgin sjálfur mér, ég er vinnusöm, ég er mjög dugleg og ég læt vaða. Já. Og það er rosalega góður staður líka að vera komin á þegar maður þarf ekki að fá samþykki hjá öllum í kringu sig til þess að gera eitthvað eins og ég var að gera þarna þegar ég var töluvert yngri að fá samþykki fyrir hvað með að læra þetta og einhver annar sagði nei, þá fór ég ekki í það. Já. Ég myndi aldrei gera þetta. Nei. Og það er náttúrulega bara aldurinn og reynslan sem að hjálpa mér þar. Já. En ég veit ekki, ég meina við systkinin við erum öll leiðtogar eða stjórnendur en öll í ólíkum bransa en ég veit ekki, kannski er þetta eitthvað sem kemur með móðurmjólkinni. Já, einmitt. Myndur segja annað þegar þú ákveður sem sagt þegar þú ert 18 ára að fara í þessar fegurðarsamkeppnir að það var eitthvað sem að þið langaði virkilega að gera, það varstu kannski bara að vera meðvirta þegar það voru einhver aðri sem að vildi að þú myndi gera? Nei, þetta var ég hafði ofsalega gaman að skoða myndir af svona fegurðardrottningum og svona þegar ég var yngri og ég meira þess að hafði einhvern veginn klift út mynd af Miss World held ég 84 eða eitthvað átti inn í einhverju stílabók 83-84 og hældi svo ekkert meira í því en ég fór að heiman 15 ára í heimavist og var í 2 ár því að ég vissi bara að ég vildi eitthvað meira en að vera í litlu sjávarþorpi út á landi. Byrjaði að fara í heimavist og svo þegar ég er tæplega 17 þá fyrir ég einn skiptinu með Bandaríkina. Það var alltaf eitthvað svona innra með mér. Mér langaði í eitthvað meira. Mér langaði að sjá heiminn. Ég veit ekkert hvaðan það kemur. Það hafði enginn í fjölskyldunum minn á þessum tíma verið að gera neitt þannig. Ég reyndar eitt frændi mér húsaði hvað að fara í skiptinu mig en þetta er ekki eitthvað svona ég veit ekki eins og hvaðan kemur. Þetta hefur partur að það held ég hver ég er. Nei, þetta með Miss World, þetta er bara eitthvað ég held að mér langaði að verða fyrirsæta. Það var eitthvað svona sem að það hafði líka eitt kennarinn í Bandaríkjunum þegar skiptinu sagt mér, herri, þú ætti nú að vera fyrirsæta, ég bara fór alveg rosalega hjá mér sko. Þannig að ég er allavega glöð að ég fór eftir þeim draumi líka því að það breytti miklu hjá mér. Já, einmitt. Það er svolítið svo stórt ferðalag frá ung stúlka frá Húsavík eða Já, ég var á Vopnafirði mér þessum tíma, ennþá minni staður. En þú varst ekki á Húsavík þá til þú varst 10 ára og fórst svo yfir á Vopnafirði? Já, sem er alltaf ennþá minni, ennþá meira krummaskur. Já, þannig ég bara svona blanda frá þessum tveimur. Já, einmitt. En ef þú myndir horfa svona tilbaka, þegar við erum aðeins búin að tala mistök og annað og þú verður mynd nefnt að það er eitthvað sem er mikið að læra af, en hvað myndir segja svona hafi verið svona þá stæðstu mistökin og lærdómur sem þú lært af á öllu þessu ferli? Stæðstu mistökin? Já. Það er í raun og veru það sem ég kom inn á áðan, að vera ekki að treysta þessi einhverjir aðrir sem hafi endla svörin fyrir mig, ekki bara að taka í hendina og treysta. Já. Það var það sem ég brendi mig á, sem var svo endanum að falli hjá mér. Já, það held ég hafi verið svona stærstu mistökin, en á sama tíma líka sigurinn minn. Já, en eins og þú talar þegar að Báður sé búin að vera í einhvern ákveðin tíma á staðsynningun sem voru áður en fórið í Smáralind, að þá hefði þú kannski verið búin að stíga svolítið út úr rekstrinum. Já. Voru það kannski mistöku eitthvað? Nei, ég hafði stígið út bara í nokkur ár áður, en svo var ég alveg komin inn aftur búin að vera örugglega í 4-5 ár áður.
Já, Ég var alveg komin aftur sem já, aðaleigandi. þú varst alveg komin aftur. Já, ég var aðaleigandi þá. Já, einmitt. Þannig að nei, það átti allt að gerast eins og Átti allt að gerast. Já. Það ástæðan okkur verðin í dag. Já, einmitt. Saman sér kannski getur verið stundum krefjandi að vera að fara í gegn það. Já, einmitt. En lífið bara þannig. Við þurfum að upplifa dalina til þess að komast upplifa hæðina líka og lífið bara litróf allskyns tilfinninga. Já. Og það bara gott að minna sig á það að lífið má bara vera svona 50-50. Það bæði gott og slæmt. Já. Af því ef við höldum að alltaf bara vera alveg geggjað, þá verðum við fyrir miklu meiri vonbrigðum. Já, kunnum ekki að meta þegar vel gengur. Nei, akkurat. Nei, einmitt. En hver myndur svona ráðleggja einhverju sem að væri að hlusta á þetta núna og langa kannski að fara í eigin rekstur, gera eitthvað sjálfur eða sjálf, eða ég vil fara og taka þátt í þessum keppnum. Hvað væri svona ráðlegginga þínar til þess einstaklings? Ofhugsað ekki. Ég held að það hafi verið allt hjá mér. Ég hef ekki ofhugsað hlutina. Að láta bara vaða og segja að þú þarft ekki að hafa öll svörin áður. Farðu bara á stað, láttu vaða, ekki láta óttan stjórna þér og svo lærirðu bara á leiðin. Já. Bara keyra á þetta. Keyra þetta í gang. Já. En eins og ef aðrir eru að segja eitthvað og ekki að gera eitthvað. Hvernig? Já, ég hef nú aldrei slært af því. Og það held ég líka eitthvað sem að kemur bara með reynslinu og margar konur á mínum aldri, svona miðjum aldri, segja það að það er eitt af góða sem að kemur með því að eldast er að okkur verður bara svona slétt saman hvað öðru fólki finnst. Já. Það er svaka frelsi sem að fylgir því. Þannig að það sko hvað öðru fólki finnst, það er bara hugsanir annara þig eða einhverja staðreyndir í lífinu þínu. En það þarf ekki að vera þinn sannleikur. Þú getur hugsað eitt einhverja staðreind, ég get hugsað eitthvað allt annað hana. Þó einhver annar segir þetta, þá getur þú ákveða að hugsa eitthvað allt annað. Þú tekið þínar ákvarðanir út frá því. Og það góða við að vera þegar maður er fullorðinn að við getum tekið okkar eigin ákvarðanir. Við þurfum ekki að fá leyfi frá öðrum til þess að taka ákvarðanir. Nei, einmitt. Það er svo geggja. Já, einmitt. Við getum stað og fallið með þeim ákvarðanum sem við tökum. Já, einmitt. En það mikið og bara að þú takir ákvörðuna sjálf. Já. Og auðvitað, rannsakaru og skoðar í kringu það hvort þetta er eitthvað sem að gæti hugsanlega gengið og ég er ekki að segja að ég bara taka ákvörðuna og fara strax að staði. Þetta ertu búin að gera rannsóknarvinnu og skoða og náttúrulega líka er oft gott ráð að ef langar að fara í business að ekki hætta strax í starfinuðinu sem er að borga saltið í grautinn og haltu því og byrja svo bara smátt. Og byggðu það upp, ekki nema og sérst með einhvern sjóða baku þau því að mistökin sem að margir halda að fólk sér fólk sem er að njóta velgengni, það sér það til dæmis á samfélagsmiðlum og það sem hefur verið að tala og glansmyndin að því, það er bara svona toppurinn á ísjakanum. Já. Það gerðist ekki á einni nóttu. Nei. Ok? Það er örugglega svona 12-16 stundum 18 tíma að vinna á sólarhring á bakviða í mörg ár. Já. Það má ekki gera lítið úr því. Það er svo margir sem bara, ég sé að þetta er ekkert mál. Það virkar svo auðvelt, ég ætla bara að gera þetta líka. Og svo bara gefstu upp að því það er ekki búin að ná árangri eftir 6-7 vikur. Já. Þetta virkar ekki svo leys. Nei, átta sig kannski ekki alveg láðið hvað þarf virkilega þess að ná árangri. Já. Það þarf þrautsegju og það þarf siglu og það þarf vinnusemi og peninga. Já. Þetta kostar allt. Já. Hvernig sérðu fyrir þér svona eins og þetta online coaching eða en að marka núna vera að þróast á Íslandi? Þetta er náttúrulega alltaf að verða vinsælla og vinsælla. Já. Ég sé náttúrulega einmitt bara þróast á jákvæðan hátt að fólk orðið miklu opnara fyrir þessu og átta sig á hvað lífsþjálfun getur gert. Og þeir sem hafa átt að sig kannski ekki á því, þeir eru allavega forvitnir og langar að læra og það er náttúrulega ástæðan fyrir að ég fór að stað með lífsþjálfa skólan minn að ég er að mennta nýja kynslóð af lífsþjálfum á Íslandi, þannig að þær eru að hópur nýra lífsþjálfa að koma frá mér núna á vormánuðum af því ég trúi að það sé þörf fyrir þær og ég vona svo sannarlega að nái geggjuðum árangri í þessu fæi. Já,
hvaða áhrif heldur að þetta muni hafa svona fyrir komandi kynslóðir? Jákvæð. Já. Þetta getur ekki haft annað en jákvæð áhrif þegar það er verið að hjálpa þér að vinna með hugsanir þínar, hjálpa þér að ná árangri á öllum sviðum lífstíðins. Já. Þetta er kraftaverka tól þegar við fyrir að vinna með heilan í okkur og mín reynsla og reynsla allra þessar kanna sem ég er búin að vera að vinna með, allavega stórs hluta er að við erum svo miklu öflugri en við höldum að við séum. Þegar við fáum lífstíla með okkur sem að hjálpar okkur að sjá möguleika okkar, þá bara gerist eitthvað geggjað. Já, einmitt. Og það er mikil heiður að fá að fylgjast með konunum mínum svona á hliðarlínunni og fá að leiðbeina þeim áfram að sjá hversu stórkostlegar þær eru í raun og veru og þó ef þær hafa ekki trú á sér þá lána ég þeim bara mína trú á sér. Já, einmitt. Og það hefur hjálpað mörgum að fara af stað. Já, aðstoða þær áfram. Já. Hvað fyrir þá sem að hlusta og hafa á að kannski kynna sér þetta betur, hvert myndu þið þá leita? Þá er bara best að fara inn á, það er náttúrulega hægt að fara inn á heimasíðuna mína, lindap.com og ég er alltaf lindap.pe. Þannig að það er að fara þar, það er að fylgja mér á Instagram, það er að hlusta podcastið mitt. Já. Eitthvað af þessum stöðum, Instagram, heimasíðan, podcastið. Já, það er flott byrjun. Það er flott byrjun. Já. Hvað er einn svona spurning í lokin? Hvar sérðu svona sjálfað eftir 10 ár? Heldur þú verður að gera nákvæmlega það sama og ert að gera í dag eða er einhver ákveðin svona verkefni sem þú vilt hafa lokið eða áorkað? Þetta er nefnilega frábær spurning. Því ég hef bara nýlega búin að spyrja með þessu. Og það var bara í lok seinasta árs. Þá var ég 55 ára. Og þá, mér bráði allt í einhvern veginn. Ég er orðin 55. Já, því ég er ekki, ég spyr stundum dóttur mína að því hvað ég er gömul, því ég er ekki mikið að pæla í því. En þá bara, ég er orðin 55 ára. Og ég var með svona örunámskeið núna í upphæði ár sem hét besti kafli lífsins. Að stíga inn í besta kafla lífs okkar, óháð aldri. Þegar það er bara að taka svona meðvitað ákvörðun. Og þá fór ég að hugsa, hvar sé ég sjálf mig eftir 5 ár? Ætla ég vera á sama stað? Og ég hef alltaf séð með eins og ég myndi alltaf halda áfram að vinna. En ég er kannski með aðeins aðra sýn. Að ég hugsa, ég ætla að halda áfram svona og ég ætla kannski að gera eitthvað annað þegar ég verð 60. Já. Ekki það ég ætla að segja að ég ætla ekki að vera lífstjóli. Nei. En áherslurnar hjá mér verða aðeins aðrar. Ég ætla ekki að segja alveg hvað það er, en ég er svona að vinna í því. En já, þannig ég sé bara fullt af möguleikum algjörlega óháð aldri. Já. Aldur er bara, hann er mjög afstæður og ég læt hann svo sannarlega ekki stoppa mig í mínum draum. Nei, það verður ekki mikil áhrif á þig. Nei. Hann er framtíðinni björt. Mjög björt. Já. Og þú ætlar að fókusa bara á það sem þú ætlar að gera núna, aðstofa aðra og aðstofa svo aðra og þjálfa þá til þess að geta aðstofa ennþá fleiri og haft betri áhrif. Já, einmitt. Það er markmiðið mitt og svo er spurning hvort ég fari eitthvað á erlendamarkað. Já. Og svo reyndi að koma upp núna og konurnar mín var að spyrja mig hvort ég ætla ekki að fara að skrifa bók, þannig að það getur vel verið að skella í eina bók líka. Já, það er nóg að gera. Það vantar ekki hugmyndir hjá mér, ég get alveg lofað því. Einmitt. Já, ég get alveg trúa því og líka mjög mikið náttúrulega bara í kringum þetta self-development eða það space, hægt að gera alls konar hluti. Já. Þannig er gífurlega miklu möguleikar. Já. Það eru glæsilegt, þá bara takk fyrir að gefa þér tíma og koma í þáttinn. Já, bara takk fyrir skemmtilegt viðtal. Já, takk sem leiðis, bara takk fyrir spjalli. Takk fyrir að hlusta á þennan þátt af Íslenska draumnum. Sjáðu til þess að þú missir ekki á næstu þáttum og farið inn á íslenskidraumurinn.is og skráðu á póstlistan hjá okkur. Við sendum þér tilkynningu leið og næsti þáttur fer í loftið.